Bláa lónið HF og Reykjanes UNESCO Global Geopark hafa ákveðið að taka upp samstarf sem stuðlar að markmiðum jarðvangsins á Reykjanesi og sveitarfélagana 4 sem eru innan hans. Markmið samstarfsins meðal annars að styrkja Reykjanesi sem áfangastað og stuðla að sjálfbærri nýtingu. Á þessu tilefni hefur Bláa lónið stofnað til félags með Grétu Súsönnu Fjellsteð en hún eini ábúandinn við Reykjanesvita í dag. Félagið mun meðal annars sjá uppbyggingu og rekstur þjónustumiðstöðvar við Reykjanesvita. Ásgeir, það hlýtur að vera fagnaðarefni hjá ykkur að fá Bláa lónið í lið með ykkur með uppbyggingu á Reykjanesi? Já, það nú heldur betur og Bláa lónið þetta eins sterkt og öflugt fyrirtæki það og sterkur bakhjarl fyrir okkur skiptir miklu máli og nú fáum við tækifæri til þess að byggja hér upp í samstarfi við Bláa lónið aðstöðu á þessum stað sem svo mikilvægur fyrir ferðaþjónustuna hérna á svæðinu, það að segja út við Reykjanesvita og þetta auðvitað bara fyrsta skrefið í langri vegferð vonum við áframhaldandi uppbyggingu og ekki síst eflingu ferðaþjónustuna hér á svæðinu. Hefur það komið niður á heldur aðsókninni ferðamanna út á Reykjanes út á aðstöðuleysi? Já, alveg klárlega. Það nokkuð ljóst að ef á að geta verið unnt að byggja upp öfluga dagsferðamennsku þá þurfum við þetta að vera festir punktar þar sem að boðið upp á lágmarksaðstöðu og hana hefur bara einfaldlega skort hér á þessu svæði og þetta auðvitað búin að vera löng barátta hér í gegnum tíðina að reyna að fá opinbert fé til þess að styrkja slíka uppbyggingu þannig að það sérstakt fagnaðarefni núna að þetta skuli vera komið á koppinn. Grímur, hvað ætlið að gera út á Reykjanesi? Já, við ætlum bara fyrst og fremst að byrja eins og Ásgeir nefndi að huga að uppbyggingu aðstöðu við Reykjanesvita og því svæði, það vinsælt svæði en aðstöðuleysið og álag og umhverfi hefur verið meira en góðu hófi gegnir og við munum byrja á því verkefni eins og Ásgeir sagði einnig að þá erum við að horfa á þetta sem eitt bara upphafsverkefnunum og okkar samstarfsyfirlýsing við Reykjanes Geopark snýr líka því að horfa á geoparkinn í stærri heild og bæta merkingar og huga að landvörslu, ef svo má segja, þar sem að starfsmaður okkar vegum mun sinna þeim störfum og síðan munum við bara halda áfram að byggja og ná þá reynslu sem að skapast í þessari vegferð. Þið horfið á þetta svona sem, hvað getur við sagt, fyrir heildina en þetta skiptir líka máli að þið eru að fá marga gesti sem að þið viljið svona vísa hérna út á Reykjanesi í aðra afþreyingu. Já, það alveg rétt að við höfum fundið fyrir áhuga okkar gesta á að kynnast okkar nærumhverfi og þegar maður hefur í huga að það eru einstakar náttúruperlur og spennandi ferðamannaseglar bara hér í nágrenninu, svo má segja, að þá hefur okkur runnið til rifja að þetta hefur svona ekki kannski verið með þeim hætti sem að besta væri á kosið og eins og Ásgeir nefndi í því efni að það kannski líka ástæða þess að þetta svona hæna og egg til þess að þú fái ferðamenn til að fara og skoða áhugaverða staði þá verður að vera einhver þjónust og einhver aðstæða fyrir þá og þetta nú ekki misndið þannig að við horfum til þess að geta boðið okkar gestum upp á fleiri upplifanir hér á svæðinu heldur en þá starfsemi sem við sinnum og þá í því samhengi að ferðaþjónusta svona í heild sinni á Reykjanesi styrkist. Þú lítur að sammála því Ásgeir að þetta eftir að verða styrkur fyrir ferðaþjónustuna og ekki veitir af? Nei, heldur betur ekki. Það náttúrulega kunnar en frá þurfa að segja að upp á síðkastið hefur við svolítið gefið á bátinn hér og mikil áhrif hér á Suðurnesunum. Þannig að það ennþá mikilvægara heldur en nokkru sinni fyrr að renna styrkari stoðum hér undir starfsemi ferðaþjónustunar. Ég hef löngum sagt það að Reykjanesi í raun og veru falin perla. Það svo margt eins og Grímur einmitt hefur komið inn á hér í sínum orðum, það svo margt að sjá hérna og það ekki síst áhugaverði staðir út frá bæði jarðsögu og náttúru fyrirbærum sem býður upp á endalausa möguleika hér. Þannig að ég mjög bjartsýnn á að við séum að horfa á einhverja mjög góða byrjun hér að einhverju nýri og spennandi þróun. Það hefur gefið að bátina undanfarnu, Grímur, hvernig hefur það svona komið við rekstur ykkar og ferðaþjónustunar að undanfarnu?
Já, það alveg ljóst að þetta áfall með WOW og síðan í tengslum við það einnig þetta áfall sem varð vegna Boeing Max-véla Icelandair að þá alveg ljóst að þetta högg og öll greinin finnur fyrir því núna. Þetta kemur líka ofan í það að sögulega apríl og maí hafa þeir þróast sem svona lökustu mánuðinir í greininu á ári hverju. Þannig að menn þurfa svona að stíga fasta til jarðar og svona setja aðeins undir sig hausinn. Núna í apríl og maí þarf ljóst að það verða slakir mánuðir en góðu fréttirnar eru þær að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef frá kollegum mínum í greininu og frá okkar eigin úr okkar eigin ranni að þá mjög góðar horfur í sumar. Og mikið bókað og þannig að menn þurfa aðeins að þreyja þennan stutta þorra og síðan að tryggja bara góða upplifun okkar gesta sem til Íslands koma í sumar og halda bara áfram. Þetta nú bara eins og það að það ekki alltaf jólin en ég held að þetta verði svona stutt en snart og ég hef mikla trú á því að strax í haust verði menn svona beinir í baki og bara þá spennti verið 2020. Og þú ert bjartsýnn á framtíð ferðaþjónustunnar á Suðurnesjum og á landinu öllu? Já, engin spurning. Ég meina Ísland sem áfangastaður er alltaf að festa sig betur og betur í sessi og ég tel að við séum komin á þann stað nú þegar að það verður áfram mikil eftirspurn eftir því að koma hingað. Kannski eitt sem svona í skammtímanum að veldur okkur ákveðnum vonbrigðum að það virðist vera sem að áherslan á háanina hjá ferðamönnum sé aftur að vaxa. Við vorum búin að ná mjög góðum árangri að efla ferðaþjónustu á öxlunum sem kallað þar að segja svona á vorin og haustin en þannig í sumar sé ég fyrir mig að það geti orðið ansi mikil toppur sem svona aðeins í samræmi við það sem menn upplifðu árum áður en Ísland sem áfangastaður ferðamanna, þetta auðvitað bara einstakur segull sem að mun bara vaxa og dafna í framtíðinni. Og hafa viðbrögðin verið góð við nýja hótelina sem þið opnuðu í fyrra? Alveg framúrskarandi og umframvæntingar og þetta auðvitað nýr markhópur og þetta gríðarlega áhugavert að kynnast þessu markhópi auðura ferðamanna og ég verð alveg að segja það að ég myndi helst vilja sjá Ísland bara sem áfangastað auður ferðamanna en því sögðu að það er bara gríðarlega áhugavert og þá komum við aftur inn á ímynd Íslands sem ég tel að við þurfum að horfa mjög til í ferðaþjónustunni og í sjálfum sér bara Íslendingar að ásýnd og ímynd Íslands sem umhverfisvæns lands gríðarlega mikilvæg og við verðum virkilega að standa okkur í stykkinu ekki bara vegna verkefnisins sem slíks heldur líka vegna ímyndar landsins og þá að styrkja Ísland sem ferðamannastað. Ásgeir, það því þokkalegt verkefni fyrir Reykjanesið að markaðssetja sig en það ekki slæmt að vera með Bláalónið innan svæðis. Nei, það auðvitað gríðarlega þýðingarmikið og dýrmætt og fyrir bæði Reykjanes Geopark og svo fyrir markastofuna sem að vinna þétt saman að þá erum við komin hérna með efni við til þess að byggja vel á. Það mikilvægt að halda því til haga að jarðvangurinn vottaður af Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. Það alvöru gæðastimpill? Það alvöru gæðastimpill og ekki auðvelt að fá og ekki endilega einfalt að viðhalda og þetta jú aðferðafræði sem byggir fyrst og næst á sjálfbærni, verndun og fræðslu þannig að okkur hefur verið fengin þessi landshluti sem að innifölu þá athafnasvæði þessa jarðvangs til varðveislu og það auðvitað okkar ábyrgð að ganga af ábyrgð mann og byggja hann þannig upp að hann geti verið sjálfbær sem áfangastaður fyrir ferðamenn og það engum blöðum það að fletta og ég tek undir það með Grími hér að Ísland sem áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn og vöxtur ferðaþjónustur í framtíðinni við erum hvergi nærri komin til enda í þeirri vegferð.